Nú ætlum við að halda áfram í Photogallery, vinna ljósmyndir. Ég ætla að fara núna í það sem kallað er hérna Fine Tune. Þegar ég smelli á það, þá gerist ekkert við myndina, heldur þá birtast hérna valmyndir hægra megin og ég get valið að Adjust Exposure er bara að stilla lýsinguna í myndinni og ég get valið að hafa myndina dekkri eða aðeins bjartari, minnka skuggana í myndinni og þá þarf ég að dekka á móti til þess að hún svona myndist jafnvægi. Highlights, það minnkar svona yfir lýsingu, það gerir himinninn, að minnka highlights gerir himinninn oft fallegri og þið sjáu að myndin er allt öðruvísi heldur en hún var, betur lýst. Hér er eitthvað sem heitir histogram sem að segir okkur svolítið hvernig myndin er. Leið og það eru toppar upp fyrir myndina, sjáu þið. Ef ég lækka þá kemur þessi toppur stundum niður og hljópið við kontrast, það er svona hvað myndin er ýkt, verður svolítið flöt svona. Skulum lýsa hana aðeins. En það gerir myndir oft of ýktar, hafa kontrastið of mikið. Allt til að auka það aðeins. En sem sagt, ef við erum með myndina lítið lýsta þá er histogramið allt hérna megin. Ef hún er yfirlýst þá er það allt hérna megin. Það er best að reyna að hafa þetta eitthvað staðar í miðjunni. En ef það eru stóri toppar upp úr þá vantar gögn í myndina. Svo er hérna að stilla litin. Color temperature er sem sagt ljós hitin. Hvort við förum yfir í bláan eða yfir í svona rauðgulan. Tint, þetta er svona svolítið svipað fyrirbæri. Og saturation er svona ekki til neitt gott orð yfir þetta á íslensku, en hversu ýktir litirnir eru. Maður þarf alltaf í þessu að fara varlega í að gera myndirnar ekki leiðinlega ýktar. Straighten photo, hérna get ég gert myndina í raun skekkt hana ef ég vil, sjáðu, eða farið í allar áttir með þetta. Til að loka þessu og adjust detail, þannig get ég skert myndina. En að skerpa myndirnar á mikið getur kallað fram hávaða eða noise, gertar svona gróf kornóttar. Og þess vegna er boðið upp á í framhaldi að minnka grófkorn í myndinni því að þetta vinnur svolítið á móti hvert öðru. En þetta er eitthvað sem að borga sig ekkert að fikta mikið, er allt til að skerpa myndirinnar aðeins en ekki á mikið því að þá aftur þær verða óraunverulegar. En þá erum við nú að verða komin með þetta. Næst ætla ég að sýna ykkur önnur myndvinnsluforrit sem að geta gengið svolítið lengra heldur en þetta.